Já, velkomin að Grænaborðinu. Þetta 7. þáttur Grænaborðsins sem þáttur náttúruvernd og mörg mál sem því tengjast og í dag ætlum við að taka fyrir alveg sérstaklega mikilvægt mál sem í rauninni eignarrétturinn í nokkuð víðum skilningi og upp á síðkasti þá hefur nú verið talað meðal annars nauðsyn á eignarnámi út af raflínum og það hefur vakið upp alls konar spurningar og maður þarf náttúrulega líka að spyrja sig á einhverja eiga náttúruna á hún sig ekki bara sjálf. Það líka ein spurning og eignarrétturinn flókið fyrirbæri og ósnortin náttúra nýtur sumstaðar verndar, sumstaðar ekki en við ætlum allavega að velta þessu upp úr nokkrum áttum í dag. Ég heiti Björg Eva Erlendsdóttir og stjórna þættinum og það gerir líka Bára Huld Beck sem situr hérna hjá mér. Yfir til þín, Bára. Já, takk fyrir þetta. Við erum með frábæra gesti í dag. Ólafur Björnsson, lögmaður, hingamættur með margra tuga ára reynslu hér sem lögmaður og hefur unnið í málum meðan annars varðandi eignarrétt á landi. Hann hefur einnig komið að þjóðlendumálum til margra ára, það ekki rétt hjá mér? Jú. Svo erum við ekki með síðri gest hér, Hanna Þorgerði Maríu Þorbjarnardóttur, formann Landverndar. Verið velkomin. Takk fyrir. Kannski við byrjum bara á það sem hljómar kannski sem einföld spurning, en ég veit ekki hvort hún sé svo einföld og ég ætla að beina henni til þín, Ólafur. Bara hvað eignarnám? Já, eignarnám það þegar að ákveðnir aðilar hafa laga heimild til þess að leysa eignarréttindi til sín sem þau þurfa á að halda til þess að nýta eignarréttindi eða landréttindi í þá ákveðna málefna sem að löggjafinn hefur ákveðið að gefa heimild til þess að eignarnám sé veitt fyrir og við erum náttúrulega eignarrétturinn sem slíkur varinn í stjórnarskránni, 72. grein og hann má ekki skerða nema með lagaheimild og þá það sem almenningsþörf krefur eins og sagt og komið fulla bætur fyrir en þær aðstæður eru uppi og það kannski fyrst og fremst þau lög sem fyrst og fremst erum að tala kannski fyrst og fremst annars vegar vegalögin þar sem heimilt að taka landegnarnám undir vegi og svo hins vegar raforkulögin þar sem er að taka eignarnám land undir virkjana, mannvirkja, raflínur og annað. En sveitarfélögin hafa líka heimilt til eignarnám samkvæmt skipulagslögum við vissar aðstæður. Það verið að herða á það verið að boða að einfalda ferla og flýta fyrir með því að herða á eignarnám í raforkulögum. Hvers vegna, veistu? Já, það náttúrulega þannig að hafa einstök mál tekið langan tíma í stjórnsýslukerfinu og þetta kannski tekur langan tíma. Fyrst reyna menn að ná samkomulagi og það skylda til þess að ná samkomulagi hlutina. Nú það þarf að fara í gegnum skipulagsferli og annað þess áttar. Við skulum bara taka dæmi á að leggja veg og það nú kannski nýlegt dæmi varandi hringveginn við Hornafjörð, það var dálítið tekist á það og það tekur langan tíma að fara í gegnum ferlið og ef það nást ekki samningar þá kannski viðkomandi stjórnvaldi í vegagerðinni veitt heimild til eignarnáms og þá taka við raunverulega ákveðin framkvæmd sem lögum eignarnám. Lögum framkvæmd eignarnáms frá 1973. Þar meðal annars undir meðal annars masnet eignarnámsbóta sem getið þeirra lögum og hvernig þeirra verklag og framkvæmd öll og það þarf að fá leyfi til þess að taka þetta eignarnámi og svo fer þetta í ákveðin matsferil þar og þetta tekur allt með langan tíma. Það hefur verið heimild til þess þegar eignarnámið hefur verið veitt að þá getur masnet eignarnámsbóta fengi framkvæmda aðila heimild til þess að hefja framkvæmdir við vissar aðstæður þó að mati sé ekki lokið. Og það sem að kannski núna sýnst mér að vissuleyti á stjórnvöldu og ráðherra hefur eitthvað leyti menn vilja boða að kannski hugsalega flýta þessu ferli einhvern veginn þannig
að menn geti þá fengið umráð þessa svæðis, til dæmis hvort sem undir raflínur eða vegi, fyrr, sko, og án þess kannski, og gengið í það og svo séu bara greiddar bætur seinna, sko. Það kannski þetta sem mér sýnist eitthvað liti vera tekist á og þetta kannski tengist kannski eitthvað liti málinu Suðurnesjalínu sem var dálítið hart tekist á núna nýlega og þar upphaflega var það þannig að Landsnet þar krafðist þess að fá umráð svæðisins til að leggja háspennulínu en hluti landeiganda á Vatnsleysuströnd meðal annars vildi endilega þetta færi í jörðu og Landsnet krafðist heimilda til þess að fá umráðin strax og fara í þetta mál og taldi sig hafa eignarnámsheimildina en Landsréttur hafnaði því eftir dálítið þung málaferli og en svo seinna svo reyndar löngu seinna var síðan fallist á það, sko, en þessi bráðabirgða umráð sem þeir vildu frá þeim var hafnað í því máli. Þessi bráðabirgða umráð, hvernig horfir þetta við formanni Landverndar? Já, það eru auðvitað margar svona spurningar sem kom upp þá í kringum þessa umræðu, kannski sérstaklega hvað varðar það, hvað áttir við bæði með raforku innviðum. Það er tíðrætt núna að þetta snúist raflínur en það er bara ekki alveg ljóst í áframaskælinu hvort að orkuöflunar mannvirki, virkjanir séu þarna undir líka. Og maður er auðvitað mjög uggandi yfir því ef að það á að vera hægt að byrja á framkvæmdum áður en að nást hefur saman við landeigendur. Og það sem ég hugsa líka og kannski er eitthvað sem að það er þekking landeigenda á sínu landi og að deilurnar er ekkert endilega bara já eða nei. Það geta snúist það hvar línan fer og maður hefur oft á tilfinninguna búið sér einhvern veginn hálfpartina ákveða hvaða leið á að fara áður en að fara í samráð og þarna hefur landeigandinn kannski einhver spil á sinni hendi til þess að fara fram á að fara í verði einhverja betri leið í mögulega fyrir það umhverfið og bara út frá sinni þekkingu. Það er þetta, margir vilja bara ekki fá línu gegnum sitt land og það er kannski annað mál. En í hvað stöðu setjum við landeigendur þegar hefjum á framkvæmdir áður en að náðst hefur saman að þú hefur ekki mikla samningsstöðu ef að það var að fara í gegnum landið þitt fyrst og borgaði síðan bætur. Það veikir samningsstöðina. Þannig að ég hugsa alveg út í það og síðan held ég bara að svona valdbeiting almennt þegar ég held að það geti bara skaðað samfélagið ef það er einhvern veginn það sem að stjórnvöld ganga út frá helst að vilja einhvern veginn að auka heimildir til valdbeitingar. Við sáum það í kringum líka Hvammsvirkjun að þar kemur dómur í héraðsdómi, hún með áfrýjað en ríki eða Landsvirkjun áfrýjar og á sama tíma þá er lagt að ráðum að breyta lögum svo að það skipti eiginlega ekki máli hvað kemur út úr þeim dómi. Þetta er í hug líka Kárahnjúkar þar sem að lögum var líka breytt til þess að koma í gegn framkvæmd. Ég held að allt svona sé til þess gert að samfélagið það rofnar traust milli stjórnvalda og samfélagsins þegar valdið er beitt og þetta á að vera örþrifaráð. Þannig að ég held að sé rosalega vant með farið að vera að beita eignarnámi og mér líst ekkert á það að það eigi að gera það mikið auðveldara og sérstaklega ekki þegar kemur að þá virkjunum. Það er áhugavert sem stendur þarna þetta er sem sagt í mati á áhrifum lagasetningar. Þar er talað sem sagt, þar er ein spurningin áhrif á umhverfi og sjálfbæra þróun. Þar stendur breytingarnar geta haft jákvæð áhrif á orkuskipti og loftslagsmarkmið með því að hraða uppbyggingu flutningskerfis sem er forsenda nýrrar orkuvinnslu og orkuskipta. Erum við þarna hugsanlega að tala svona,
erum við með mismunandi, ólíka hagsmuni, verið að stilla þessu svolítið upp loftslagsmálum á móti umhverfismálum. Mér finnst það oft vera reynt, sko, ég held að þeir sem þekkja orkumálin vita það að orkuöflun og loftslagsaðgerð, það ekki endilega sama sem merki þar á milli. Og orkuskipti þá sérstaklega, ég held að mikið af þeirri raforku sem að öflað hefur verið á seinustu 10 árum, hún hefur farið í gagnaver og það hefur einhvern veginn pínlítið gerst svona í skjóli nætur. Þannig að ég held ekki að almenningur átti sig á því hvað hefur verið aflað mikill orku á síðustu 10 árum og hvað þá í hvað hún hefur farið. Þannig að hér meira sér að tala um kyrrstöðu. Það auðvitað þannig að rammaáætlun fór ekki gegnum þingi í langan tíma en það var ekkert bara verkstopp á meðan. Það jókst hér einhver 2,2 teravött á þessum tíma, þannig að það hefur farið að mestu liti í gagnaver, þannig að ef að það verið að leggja línu til þess að skila rafmagni til gagnavera eða annara stórnotenda, að það myndi ég ekki segja að það væri kannski loftslagsaðgerð, en það auðvitað rétt sem að hefur verið haldið fram og ráðherra hefur kannski svona klifað mest á í kringum þetta frumvarp og það að við erum að fórna náttúru fyrir raforku. Og það flutningstöp og hún nýtist ekki eins og vel og hún gæti nýst okkur og það auðvitað eitthvað sem er gott að bæta úr og á að bæta úr en hvort að það sé eignarnám sé besta leiðin til þess ég eftir að sjá náttúrulega lokaútgáfuna frumvarpinu en þetta eru svona gamlar klísjur sem maður heyrir þessi loftslagsmál og raforkumál að það réttlæta alls konar með að þau séu loftslagsmál sem þau eru ekki. Í rauninni held ég ekki að þetta hafi neitt með loftslagsmál versus náttúruvernd að gera. En hins vegar hefur þetta með að gera hvort að það sé full reynt að sé að ná einhverjum samningum og það engin spurning að allir vilja að framleidd orka nýtist sem allra best en líka að allar framkvæmdir séu sem bestar. Og það nú talað, bændur hafa nú haft áhyggjur af þessu líka og tala sjálfa sig sem vörslumenn náttúru og þetta ekki endilega spurningin sko hvort þú nærð samkomulagi einhverjar línur heldur hvernig og þá spyr ég lögmanninn Ólafur, þörf á því að fara í einhverja flýtingu á þessu, útséð með að þessi bara hægt ná samkomulagi svona mál? Segir sagan okkur að það sé nauðsynlegt að herða á eignarnámi út af því, til dæmis út af Suðurnesjalínu? Já, sko, það er svona sko, spurning auðvitað, öll lög sko, þurfa kannski breytingar og reglugerðir á þeim byggð og eins og ég segir, lögu framkvæmd eignarnáms eru frá 1973 þannig að þau eru svona auðvitað komin aðeins til ára sinna kannski breytt samfélag og breytt þjóðfélag og allt það, við veit það ekki sko en við höfum auðvitað þó nokkuð mörg dæmi þar sem að dómstólar, Hæstiréttur hefur hafnað eignarnámi vegna annmarka á stjórnsýslumeðferð og vegna brots og meðalhófsreglu og vegna þessu óljósar eignarnámsheimildar þannig að það ýmis atriði sem eru uppi sem gera það verkum að sá sem ætlar að taka eignarnámi hver sem það nú annars og langa oftast þessir aðalega sem við erum að tala vegna raforkumála eða vegamála en það eins og ég segi sveitafélög líka, það var nú til dæmis þetta mál, ég man nú ekki alveg hvaða sveitafélög það var nú verið að taka eignarnámi í land til þess að leggja reiðstíg sko og það var svo sem talið að væri almanna heill og þörf að leggja þennan reiðstíg en það voru landeigendur sem bentu á annan kost og vildu fara aðra leið og þessu eignarnámi var hafnað á grundvelli meðalhófsreglu, það hefði ekki verið kannati þrautar hvort það mætti fara einhverja aðra leið, hugsanlega gat það þarna skipt máli þegar einhver reiðleið var valin hvort að hvaða leið raskaði sko náttúru minnst, kannski skiljið, það er auðvitað alltaf og við þekkjum þetta fræga mál með Teigsskóginn sem var verið að venda og hérna var tekið stoltið hart á það. Þannig að sko við erum með stjórnsýslureglunar, við erum með bæði rannsóknarregluna og meðalhófsregluna og lögmætisregluna, við erum með sterkar reglur að það sá sem er að krefst eignarnáms hann verður að gæta öllu þessu og náttúruverndarlögin eru þarna auðvitað líka
og náttúruverndarlögin þetta geysilega sterk líka í þessu og þau eins og segir, náttúran á sig sjálf segir Björg Eva og það svolítið til því og náttúruverndarlögin þetta vernda það líka og skipulagslegin taka svolítið mið af því þannig að við erum þetta með sterkt regluverk og svo erum við með sem sagt úrskurðaraðilar, Mannréttindaeignarspóta, lögin það og svo héraðsdóm og svo Landsrétt og svo Hæstarétt. Við erum í gríðarlega öflugt kerfi sem á að vernda eignarréttin okkar og annars sem við ýmislegt viljum vernda og ég held að maður verði bara svolítið að ok, eitt og eitt mál kannski krefst einhverja þolinmæði í þessu það er vegna þess að einhver mjög ósáttur og berst í því það er líka fullt af máli sem samið og svoleiðis það og ég held svona almennt og það eru margir hagsmunaaðilar með ýmislegt, það er ekki endilega akkurat landeigandi, það eru ýmsir aðilar sem eiga hagsmuni gæta þannig að það eru margar ástæða fyrir því að svo þessi mál taka tíma, ég bara segja það er ekki endilega og skil ég þig rétt að þegar þú telir áhættu í því fólgna að vera að hrófla við því kerfi sem við höfum í dag Ég sé svo sem ekki alveg endilega hvernig á að flýta þessu ég meina með fólk hlýtur að þurfa að eiga þennan andmæla rétt samkvæmt stjórnsýslulögum, það þarf að gæta þeim og síðan eiga með þó rétt að skjóta sínum málum til dómstóla og þetta mun allt taka ákveðin tíma en það sem þetta gengur út á er einfallega að menn hafi sterka heimil til þess að fá umráðin strax sem er fyrir hendi í lögunum sem sagt en það er hægt að mótmæla þeim í þeirri ákvörðun að fá að einhver aðili fái umráðin og það er dálítið stór ákvörðun að leyfa umráðin og viðkomandi aðili eigi þá bara eingöngu rétt á bótum en þurfi hreinlega að þola umráðatökuna strax og það hefur ekki verið alveg þannig sem þetta hefur við hefum ekki vel að vilja sættast á það en það hefur það kannski verið það sem að menn hafa og fólk, landeigendur og aðrir hafa ekki vilja láta af hendi eignina fyrir en það er þá fullreyndað engar aðra leiðir vegna þess að það getur auðvitað verið þegar búið er að taka eigninu og hefja framkvæmdir þá kannski verður ekki aftur snúið Þannig að það þýðir þá í rauninni að þetta er bótalaust eignarnám þangað til bætur hafa verið greiddar út og fólk og enginn hefur þá aðstöðu til þess að skipta sér af því hvað framkvæmda aðili gerir nei. Og það getur komið niður á náttúrunni. Það getur komið niður á náttúrunni og ég segi það nú kannski ekki náttúruverndarlögin eiga síðan alltaf við þá framkvæmd sem þá fer svo sem af stað og setjum sér svo að það væri einhvers konar rýmkuð heimild til þess að fá umráð lands og einhvers konar flýti meðferð sett á það við sérstakar aðstæður þá væri auðvitað önnur úrræði eftir fyrir ýmsa að mótmæla ýmsum ákvörðunum meðal annars kæruleiðir og annað þess og þær væri stæð alveg eftir sjálfur sér og fólk geti hugsanlega að leita til dómstóla með það þannig að það væri nú ekki endilega alveg allt unnið í því en það þarf að fara varlega þetta, það er alveg klárt og ég tók eftir því umræðum daginn að bændarsamtökin gera athugasemd við þetta og formaður bændarsamtaka benti á það að svona almennt hefur til dæmis bændur og landeigendur ekkit verið sérstaklega ánægðir með það bætur sem það yfir höfuð fengið og þetta snýst þetta einhver leiti auðvitað hvernig verðmat er á þessum eignum líka en svo geta aðrir sagt að ýmislegt sé þarna óbætanlegt það er svo önnur hlið á þessu Já, mista áhugavert þú segir að þarna ef við erum að velta fyrir okkur hvar mörkin liggja svolítið varandi eignarnám ef að það er opnað fyrir svona ákveðna glöfu er þá ætti maður að vera hræddur að einhvern veginn ríki myndi fara ennþá lengra eða hvar er svona línan fyrir það sem ríki má gera? Já, ég meina maður getur kannski séð fyrir sér einhverja stöðu svona neyðarstöðu þar sem að raforka til dæmis og hefur nú verið talað það að það er ekki gengið illa að koma raflínu kringu landið og heilu svæðin eða þorpin eða eitthvað staðir hafi verið rafmagnslausir og kannski tiltölulega fáir landeigendur sagt að standi því fyrst og fremst í vegi með þrálátum málaferlum að það getur vel verið að það yrði þá einhvers konar
aðstaða þar sem að mennum væri veitt heimild til þess að á grundvelli einhvers konar hálfgerðs neyðaréttar sko, að ganga hraðar í aðgerðir til þess að vernda einhverja aðra þannig hagsmuni sko. Hefur það aldrei verið gert? Nei, ég kannast nú ekki við það sko, að það hafi verið þannig að hérna, það hafi neitt verið viki frá þessu regluverki sem verið með á grundvelli einhvers neyðaréttar, ég man ekki til þess. En það talað þannig, bændur tala þessi þolmörk, það sem sagt þolskylda landeigenda. Það það þegar að þeir geta ekkert sagt og bara búið að afhenda svæðið öðrum. Þetta verður ekki áður gerst, segiru? Og Já, sko, það þannig til dæmis núna verið að takast dálítið á Holtavörðu línu og línu hérna í Hvalfirði, sko, og landeigendur hér hafi ekki samþykkt það að Landsnet fái umráðin, sko, það hefur ekki verið svona samþykkt almennt ekki verið og það alveg klárt að landeigendur telur sig að hafa betri samlýstöðu meðan þeir hafa ekki gefið umráðin eftir. En það deilt allt í því, meina, hvert áhrifarsvæði línunar, menn að vera ósáttu við það, hvað breytt belti til dæmis undir línuna og sem hefur mikið áhrif á verðmæti og hvað verðmæti landsins hérna, hvaða fellur mikið, þannig að kemur strax aðeins inn á það. Það stundum sagt að vera að leggja línur kannski bújarðir og þá kannski sagt þið geti beitt áfram og þið geti slegið túnin áfram, það bara pínlítið blettur sem við þurfum. En í raun og veru svona miklar háspennu línur með svona miklu afli að það spurningin sko, það vil engin byggja neitt nálægt þessu eða vera nálægt þessu. Það svo hinn hliðin á því og hvað áhrif þetta hefur á menn og skepnur og það alltaf svolítið verið rifist þetta aftur að baka áfram. Ég veit ég voru þetta niðurstað komist í það, hversu háspennu lína, hversu mengandi hún eða krabbameinsvaldandi eða hvað það nú það hefur nú ekki verið sanna svo ég viti, en það hefur verið tekist á allski svona hluti og hérna, þannig það alls ekki sjónarmið sem uppi þegar verið að meta þetta. Og hérna menn telja að landeigendur að það hef ekki verið greidda nægilega háar bætur með að við hvað raflína með mjög hárri spennu hvað hún raunverulega blokkera stórt land. En svo það hin hliðin á þessu og það þetta sem óbætanlegt sem að náttúrulega fyrir okkur í náttúruverndinni miklu stærra mál og þá að framkvæmdir fari ekki af stað nema að það sé búið að fara í gegnum það alveg að hvort náttúran þolir þetta. Ef við snúum þessu við hafa einhvern tíman eitthvað verið tekið eignarnámi til þess að vernda það og myndi það einhvern tíman reknast sem almannahagsmunir að hér þarf að vernda þetta ósnortna land, hér mega engar framkvæmdir vera. Myndi það einhvern tíman geta talist almannahagsmunir? Já, við erum með talsvert af slíkum ákvæðum í hérna náttúruverndarlögunum. Við erum með mjög stórar friðlýsingar, þar möguleika sem svona kannski ákveðin tegund og það önnur hlið á þessum peningi. Það svoköllugar sko almennar takmarkanir eignar á það sko. Sumt bótaskylt en annað verða landeigendur að þola, til dæmis eins og að borga skatt af leiknum sínum og verða að þola til dæmis það að sveitarfélög leggi á landsvæði sko bann við nýtingu vegna þess að það þarf sem vatnsverndarsvæði undir því slíkt og svo friðlýsingar og friðlönd víða verið sett nú fornleifar lögin líka takmarka hvað menn geta gert þannig að það ýmislög en ég kannski man ekki eftir því að menn hafi tekið beinlínis eignanámi til að friðlýsa eitthvað ég kannski að gleyma því það nú kannski auðvitað ekkert eignanám en Surtsey var auðvitað friðlýst sko og með ákveðnum hætti tekin eignanámi öfum hætti með þeim hætti það geti vel ímynda sér ef hún ekki verið friðlýst að einhverju væri farin að byggja þar síldarverksmiðju eða einhver útgerðarverksmiðju en ekki líð þannig að kannski höfum við einhver svona þannig óbeina fordæmi en það verulega friðlýsingar heimildar í náttúruverndarlögum sem ákveðin tegund eignarnám sko, allavega að mati sumra landeigenda sko. En við höfum samt líka alveg séð það að nú til dæmis voru yfir eitthvað í kringum 120 svæði og þar af 60 sem njóta engrar verndar og 60 sem njóta einhverjar verndar í dag sem voru lagðar til á náttúruminjaskrá og
þeim var fækkað niður í einhverjar 30 sem síðan var fækkað niður í 15 og endaði með því að 6 þeirra fóru í friðlýsingarferli í þingsályktunum framkvæmda allir náttúruminjaskrár og þar sem sagt útskýringin sú að það hafi ekki náð saman við landeigendur að friðlýsa. Þannig að það eignarrétturinn þar hefur talsverð áhrif á það hvað friðlýst. Ég meina þótt að þar séu talin einhver verðmæti undir sem að mikilvægt að friðlýsa, að þá eignarrétturinn þarna mjög sterkur líka. Þannig að já, ég hef alveg veltið fyrir mér í kringum þetta að þarna kemur fram á hverjum forgangsröðunum það er nú þegar eignarnámsheimild fyrir raforku og raforku framkvæmdir og það að rýmka þær en það einhvern veginn alltaf lúffað, kannski ekki alltaf en það mikið lúffað í friðlýsingamálum en þar erum við kannski að tala annars erum við að tala framkvæmdir sem hafa áhrif og ég vil óefturkræfa áhrif á landið og hins vegar erum við að tala að varðveita sem að því miður hefur kannski líka verið eins og við séum í verndaflokki í rammaáætlunar og þar eitthvað sem sett í verndaflokk og svo það tekið tilbaka að það ekkert að annað þeirra varanlegt og hitt virðist stundum vera eitthvað svona tímabils varðveiting. Þannig að þannig finnst mér rosalega ójafnt svona vægi. En snýst þetta ekki allt hagsmuni? Eða hvernig lítið það? Það náttúrulega hagsmunir okkar allra að raforkan okkar nýtist sem best en það sem maður óttast að stundum þá kannski verið að flýta fyrir framkvæmdum og raflínum sem eiga flýtum eins og Landsnet hefur gífurlega mikla skyldu til þess að tengja virkjanir inn á kerfið og þar getur verið hagsmunir kannski í stóriðju að orka og raforku fari til stóriðunar og maður auðvitað hræddur að þarna verði eitthvað svona að það kalla salami slicing að nú byrjum við á þessari línu og þá þegar línan komin að þá eiginlega ekki hægt að þá eru kannski tilbúin að fórna meiri náttúruverðmætum af því að við erum búin að fjárfesta í einhverju nú þegar svona kallað turbínutrixið á Íslandi að fyrst keypt turbínu og þá er búið að fjárfesta svo mikið þá eru réttlætanlegt alltaf að ganga lengra. Já, sokkingkostnaður einhvers konar. Já, þannig að Já, en nú á eignarnám þarf að byggja á það þarf að byggja á almannahagsmunum, ekki satt. Og maður sér þá talað þjóðhagslega hagkvæmar framkvæmdir. Og þetta þá yfirleitt svona til heldur skemmri tíma heldur en þeir miklu hagsmunir sem eru á því bara að jörðin eyðist ekki og við fáum votlendið aftur og að við pössum upp á þessa náttúru og víðernin sem við segjum oft vilja passa upp á en skilgreinast almannahagsmunir einhvern tímann þannig að það sé hort til 100 ára fram í tíman upp á að vernda. Ég veit allavega að það hefur komið til dómaframkvæmdar í Noregi að þar hinum töluðu vatnshlot, þar þarf líka að sýna fram almannahagsmuni til þess að skerða þau, að þar hefur komið til dómaframkvæmdar að náma sem skerðir vatnshlot í firði með því að losa sinn námuúrgang út í sjó, að þar var það dæmt ólöglegt og það var ekki nægjanlegur rökstuðningur fyrir almannahag að þarna verði til hagvöxtur sem að síðan alltaf borga skatta og annað þannig að það í rauninni hefur komið til framkvæmda að það ekki nægjanlegt þannig að mér finnst alveg verða skilgreina þessa almannahagsmuni ég myndi vilja skilgreina þá þröngt þegar kemur að því að bæði skerða að aðla bara því að skerða náttúruverðmæti. Við erum höfum reynd að vera löggjafinn hefur verið að setja þetta svona í allskins lagaramma og þetta lögin ramma áætlun og náttúruverndarlögin fleiri lög hafa nú verið að setja þessu svona búa til ákveðin ramma utan um þessi mál og
þannig að við erum auðvitað búin að ákveðin svæði, verndarsvæði, auðvitað kannski eitthvað rokk þarna á milli, en við erum löggjafinn á hverjum tíma svona auðvitað þrátt fyrir allt. Þá hann auðvitað kannski með nákvæmlega sterkar heimildir og það nú þannig að þetta lýðræðislega kjörin stjórnvöld á hverjum tíma sem fara með þetta. Það auðvitað svolítið að horfa á það. En auðvitað ekki búið að vera, held ég, að skerða neinn friðlýst svæði, svo sem þannig lagaði neinu stóru stíl, en það sem kannski mest hefur verið tekist á þetta, það alltaf í rammaáætluninni. Það þurfti í kringum Kárahnjúka að skerða Kringilsárranann. Kringilsárranann, já, og það náttúrulega núna skrokkalda komin í nýtingaflokkið ekki, og þannig að við erum komin inn á þjóðlenduna þar. En menn verður auðvitað að meta, eins og ég segi, það verður bara að fara að lögum með þetta, það verður bara að fara eftir stjórnsýslulögum og náttúruverndarlögum, þau lög sem við höfum, lög rammaáætlun, og það kannski vont ef að löggjafinn alltaf eitthvað hringla í þessu lögum, hvort við getum ekki haft eitthvað lagaramma sem við getum búið við, eitthvað kerfi. Og ég persónulega, var ákveðin vonbrigði með rammaáætlun og annað, hversu ekki tókst að fylgja henni eftir með þeim ramma sem við öllum að reyna að vera með, fengum þess að fagaðalega inn í þetta og öllum að reyna að vinna þetta, en því miður, pólitíki fór inn í þetta og gat ekki sætt sig við ramman, það var það sem gerðist. Og svo staða bara uppi núna. Og svo staða uppi enn. Að það verið að hringla mikið með... Og við náðum ekki pólitíski samstöðu rammaáætlun. Það bara staðreynd málsins. Og þá kemur þetta svo oft sem að lögfræðin eitt og pólitíkin aðeins annað, og stundum förum við nú stundum sláum þessu stundum svona saman. En við erum með samt mjög sterk held ég náttúruverndarlög og erum með margt til þess að reyna að vernda okkar náttúru og mikið af friðlýstum svæðum. Til dæmis í tókstum dæmi og nú ræði þetta við Björgöfu, við vorum að búa okkur aðeins fyrir smáspjall þá datt mér í hug að til dæmis 200 metra belti beggja með við ána Brúará sem kemur nú upp í Birkustungum og rendur sjáum einfallegasta bergvarsá landsins, margir þekkja nú Brúarárfoss og fossinn þar, að það friðlýst belti 200 metra beggja með við ána. Gömul friðlýsing fyrir löngu síðan, það má ekkert koma nálægt, ekkert framkama nálægt ánni, og það eru vatnsverndarsvæði þar líka. Þannig og þetta eru svona almennt takmar, þetta bótalausar skerðingar raunverulega með við á hlutunum og við höfum talsvert af svona fleiri dæmum hitt og þetta og líka á grundvelli á minjalagana þá mikið af friðlýstu svæði sem maður má ekki hrófla við vegna þess að þau eru talda fornminjar og þannig að það ýmsa að hyggja í þessu en síðan líka það má ekki taka auðvitað eignarnámi nema sér lagaheimild til þess og löggjafinn þar með, lagaheimildirnar í vegalögunum og raforkulögunum og skipulagslögunum, það ekki þannig að En þarf þá eitthvað að herða þeim? Það kannski það greinlegt að þarna ráðherra talar fyrir því að þarna sé kannski það bara kannski ekki verið að breyta neitt regluverkinu heilt yfir, heldur bara þessu að það megi við einhverjar sérstakar aðstæður, nokkur konar neyðaréttur ef ég skil þetta rétt. Hvaða aðstæður? Það skýrt fram? Ég ætla ekki að leggja mat á það. En stendur það í áformunum? Það kannski með mér óttast, en það verið að tala þær aðstæður að þegar að almannahagur krefst þess að það verði flýtiframkvæmd á einhverju og einhver aðstæð fyrir hendi og það lagt eitthvað mat á það að þá verði umráðin fengið framkvæmdaaðilanum og það sé þá þú kallar að herða á því eða ég segi kannski alveg eins rýmka heimildir til þess að flýta fyrir. En ráðherrann hefur tókuð þetta skýrt fram með þessu væri ekki verið að skerða bótaréttin sem slíkan heldur eru greiddar fullar bætur samkvæmt lögum Eiginlega segist hann ekki skerða eignaréttin. Nei, enda segist hann ekki gera það beint en eins og ég svona vara við í allavega að það verður að fara vandlega í þetta vegna þess að þarna auðvitað ákveðin varnagli sem landeigandinn hefur og það hann lætur ekki umráðin af hendi nema það liggi alveg fyrir að hann verði að gera það samkvæmt lögunum framkvæmt eignarnám En þú talar neyðarrétt og þarna talað almannahag og þjóðhagslegar þjóðhagslega heppilegar framkvæmdir. Það neyðarréttur?
í lögfræðinni, hvað er eiginlega almannahagur? Við getum til dæmis sett, það nú neyðaréttur nú kannski víða til, sko, við getum nú bara sett okkur í þessu spor sem að Suðurnesjamenn hafa lent í þessum eldgosarhemmingum sínum að þar hefur kannski þurft að fara í skyndi framkvæmdir, bæði línulagnir og aðra lagnir án þess að veri hægt að uppfylla stjórnsýslureglur það. Eða yfir höfuð kannski náneinu samkomulagi við landeigendur hvort að mætti leggja þessar lögn eða hina, enda náttúrulega allt í uppnámi þegar eldgos komið að stað, sko. Og bara ég tek þetta nú bara svona sem dæmi, en auðvitað kunna vera einhverja aðstæður uppi þar sem að þarf að flýta fyrir framkvæmdum vegna þess að skapast hafa einhvern þannig aðstæður að stór byggðarlag er raforkulaust sjúkrahús út af einhverju aðstæðum og það þarf bara að flýta fyrir því að það fái tengingu, sko. Það kann að vera einhverju aðstæður, sko. En ef málið snýst risastóra Holtavörðu heiðarlínu niður á Grundartanga? Mér finnst ekki það vera þannig, sko. Mér finnst það ekki, það verður bara að hafa sinn gang í kerfinu, sko. Og kerfið er alveg ágætlega virt. Stundum hef ég verið furðað mig á því hvað þessi mál hafa tekið langan tíma. Það er eins og framkvæmdaaðilar hafi ekki haldið málinu á fullum hraða, sko. Skiljið, það bara fylgja því eftir á fullum krafti, en þau hafa oft gefið sér langan tíma á að ná samningum, það er nú skylda og svo er farið í eitthvað dómsmál eða eitthvað annað og svo er eitthvað ágallar á því eða kærur og það þarf að byrja aftur á því og þetta er bara svona, sko. En ef að vel er á spöðum haldið innan lagaramas þá áður ekkert endilega taka þetta mjög langan tíma, sko. Og maður svona hissa stundum hvað sum mál hafa tekið langan tíma. En ég held að við séum öll bara mjög sammála það að við viljum að raforka nýtist sem best og líka bara að það sé raforkuöryggi til byggðarlaga til þess að keyra sjúkrahús og það sé ekki verið að setja á stað varaafl jafnvel með olíu sem maður er til með staðan á Vestfjörðum, þannig að það er auðvitað mikill vilji til þess að þetta gangi rætt fyrir sig en það er þessi ótti við það að svona heimildir leiði jafnvel til þess að það verði bara meira vantraust og meiri kergja í samfélaginu og það getur líka alveg leitt af sér að hluti taki ennþá lengri tíma, sko. Ef að það er farið í dómsmál og alla leið. Jú, en líka ef stórbrotnar framkvæmdir eru allt í einu metnar eins og eitthvað algjörlega nauðsynlegt og náttúran býður þá. Það er náttúrulega fyrst og fremst það sem að náttúruverndarhreyfingin kannski svona setur spurningamerki við í kringum þessi áform vegna þess að orðalagið í bæði áformaskjalinu og í ræðu ráðherra er ekki ljóst en það er þetta verður bara að koma í ljós, við skilum okkur umsögnum þetta, þessi áform og svo kemur í ljós hvernig. Já, við hljótum að spyrja hver er neyðin. Já, og hverjir eru almannahagsmunirnir í þessum skilningi? Er það til þess að keyra sjúkrahús eða er það til þess að koma raforku á í stóriðju? Já, það þarf að vera skýrt í lagaramannum í því hver skýringin er á því og hvaða hagsmunir þurfa að vera undir til þess að fara í einhvers konar flýtimeðferð á þessu. Við höfum til dæmis annað úrræði og við höfum í einkamálulögunum, þar er hægt að fara í flýtimeðferð innan með dómsmál, svokölluð flýtimeðferð út af sérstökum aðstæðum, þá geta mál fengið flýtimeðferð hjá dómstólum ef að sérstakar aðstæður eru uppi. Og það hefur held ég ekki, ég veit ekki hvort það hefur reynd á það hér, hvort að menn hafi verið í flýti meðferðum í sambandi við svona mál, ég hef ekki vissum að dómstólar hafi fallist neitt á það, sko. Og þó að þær aðstæður kunni að koma upp og við höfum þá kannski líka úrræði innan dómskerfisins til þess að vera með flýti meðferðir ef á þarf að halda. Þannig að það er nú ýmislegt í þessu en það er verið bara komið ljós hvernig þetta er hugsað og ég held að það geti ekki verið neina kúvendingu og kollvarp að ræða í þessu í sjálfu sig, sko. Þetta regluverk er með ákveðnum hætti og það er ákveðin andmæli réttur eins og ég hef sagt og
og dómstóla leiðir, þú tekur það ekki af fólkinu, sko. En mér finnst nú skemmtilegt þegar maður er farin að hugsa að taka eitthvað af fólki, að setja sig í þau spor að við færum bara að taka eitthvað af fólki í þá náttúrunnar, bara fyrir hana beinlínis, og það er nú bara því að Bára Huld situr hér og er að vinna í stóru votlendisverkefni og það er einhvern veginn allir sammála að það sé ótrúlega nauðsynlegt að endurheimta votlendi og það sé einhvern veginn eitt mál að gera það á ríkisjörðum til dæmis. Já. En svo er það nú ekki neitt endilega að gerast og einhverju búa á þessum ríkisjörðum kannski og svo er fullt af mjög heppilegu votlendi eflaust í einkaeigu og er hægt að hugsa sér það að endurheimt votlendis til dæmis væri eitthvað svona neyðarmál sem að þyrfti að flýta og væri hægt að hugsa sér að það væri farið í eignarnám út af einhverjum svona hlutum. Hvað myndi lögfræðin segja þá? Það er náttúrulega hægt á grundvelli skipulagslagana að sveitarfélagin telji sig þurfa á slíku að halda eða hvað spyrir langt þeir ná. Það er spurning hvort af sé hægt og það er að friðlýsa ákveðna hluti eins og ég hef nefnt samkvæmt náttúruverndarlögum. Það er núna í gangi til dæmis náttúruverndar áætlun og það hafa verið tekin svæði fyrir og á grundvelli friðlýsingar áætlunar. En það er nú ekki eignarnám, friðlýsing er ekki eignarnám, er það? Já, fyrir í hugum sumra landeigenda þá er það. Já, þið er með ekki gera hvað sem þeir vilja á landinu. Já, en það er ekki eyðilagt. Við getum tekið dæmi. Að ég kom aðeins að máli þar sem bændur á Snæfellsnesi voru óánægðir með það að friðlýsingar áætlun var þar komin í gang og töldu hana ígildi friðlýsingar á þess að fengi að gæta andmælaréttar vegna þess að í friðlýsingar áætluninni fólst í sjálfu sér að meðan hún var í vinslu í gildi þá getur ekki gert þar nokkuð skapaðan hlut. Þannig að sé það að þú getur ekki farið að byggja þar neitt hótel eða ferðamanna hýsi eða verið þar með neina röskun á landi. Þannig að þeir voru óánægðir með þetta en ég gat, svo sem maður sá nú ekki annað en þarna væri sjálfur sér farið að ákveðna lögum og þetta var svona ákveðin íþyngjandi lög fyrir landeiganda sem ætlaði sér að fara á stað kannski með einhverja ferðaþjónustu eða einhverja uppbyggingu og nú ég benti þessum aðila á að hann yrði þá einfaldlega að fara af stað með einhverja framkvæmdir og sækja framkvæmdarleyfi til sveitarfélags og hefja einhverja skipulagsvinnu þannig þá myndi sem sagt algjörlega andstæði póla þarna mætast, þar að segja friðlýsingar áætlun og hugmyndir friðlýsingu á fjöru og fágætri náttúru og hins vegar þá uppbyggingu á einhvers konar hótelgistingu á svipuðum slóðum sem að viðkomandi landeigandi taldi afskaplega góða fyrir landið og frábært útsýni og þarna myndu koma fugla áhuga menn og geta hort út úr risastóra glugga að taka myndir af fuglanum í fjörunni og lögfræðin leysir bara úr þessu lið fyrir lið, það bara eru umsóknir og lög á móti lögum og úrskurðir og hann sækir framkvæmdarleyfi hjá skipuleggur sitt land og leggur til sveitarstjórn og það verður ekki kerfið þar og svo skipulagsstofnun ríkisins og allt saman og endanum verður einhver svo meira segja allt þetta ferli er hægt að skjóta svo til dómstóla og Hæstiréttur kannski á síðast orðið þannig þið sjáum fyrir ykkur að við erum bara svona regluverk og þannig að en ég veit ekki hvað Björgu að nefna kannski hvort að það kæmi þá enn sterkari einhvers konar eignarnámsheimild inn í náttúruverndarlögin, þú ert eiginlega að meina það? Já, ég er eiginlega bara, ég er að stinga upp á því fyrst fólk það er alveg sjálfur. Já, ég er alveg þetta löggjafinn er með málið. Ég held alveg að sættir séu besta leiðin, ég er alveg hrædd það ef að landir tekið eignarnámi til endurheimta votlendis að það kæmi svolítið óorði á endurheimt votlendis það myndi bara aldrei gerast en þannig ég held þetta er alveg áhugaverð pæling en ef að það myndi gerast segjum að það myndi gerast þá held ég að þá yrði viðhorf gagnvart endurheimt votlendis fyrir gífurlegu hnjaski sem hún kannski má ekki við. Það er ég líka vissum. Það er nefnilega ekki sama hver það er sem að fer fram á flýtingu og ef að þú hefur ef að miklir hagsmunur eru undir
og stóra framkvæmdir. Eignarétturinn, hann ekki jafn mikils virði fyrir þann sem á lítið eins og þann sem á mikið. Og núna sjáum við til dæmis það sem almenningur á, sem eru þjóðlendurnar, ef við förum aðeins þangað, það voru almenningar. Það alveg spurning hversu lengi þeir almenningar verða almenningar, einmitt út af þessum sterku framkvæmda aðilum sem verið gjarnan að flýta fyrir. Og það myndi ég myndi vilja varpa þeirri spurningu til ykkar sem voruð á þessari ráðstefnu daginn. Eru þjóðlendurnar áfram sömu almenningar og þær voru áður en ríkið eignaðist þær? Ég byrja á lögmannum. Já, þetta mjög áhugaverð spurning og skemmtilegt að koma aðeins til umræðu á ráðstöfninu sem var daginn þjóðlendumálinu, lok þjóðlendumála og ég tók eftir því að náttúruverndarsinnar voru þar mættir og hafði ágjörð því að í sjálfur sér væri ekkit í þjóðlendulögum sem að kannski gerði það verkum að misvitri stjórnmálamenn eins og við köllum það stundum myndi með lögum ráðstafa þjóðlendu undir hitt og þetta og það alveg sjálfur sér alveg hægt í sjálfur sér og með skipulagslegum og öðrum lögum það var að nýta þjóðlendu ýmislegt en það var kom líka fram hugmyndir að það væri kannski tími til komin að setja auðlinda ákvæði í stjórnarskránni til þess að tryggja það að auðlindir sem ekki eru í einkaeigu að þær séu tryggðar. Það verið ekki ráðstafað af misvitru stjórnmálamönnum eins og það kallað. En þjóðlendan auðvitað merkilegt fyrirbæri. Ef við reykjum það sögulega þá hafa auðvitað lengi verið til á Íslandi og við vissum það að voru svokallar afréttir og almenningar sem geti í einu fornu lögbókum og segir þar meðal annars að það eru almenningar sem að fornu hafa verið, þessum fjórðungsmenn eigu saman, þar með menn fiskja og fygla af 9 vika sumars og svo sérstakar reglur og gammal lagateksti, talin jafnvel komin frá Noregi. En svo svona smátt og smátt var þetta nú þannig að svona afréttir og afréttar almenningar og svona og hálendi og jöklar og auðnir, þetta var ekki beinum eignarrétti, það var engin skráður eigandi við þessu, það var kannski að þýleiti til eigandalust. En almenningarnir voru kannski alltaf það sem við stundum köllum í dag einhvers konar svona þjóðareign, sameign þjóðarinnar þó það sé nú kannski pínlítið óljóst hugtak en niðurstaðan varð hjá löggjafanum á sínum tíma að færa allt þetta land afrétti, almenninga óbyggðir og jökla sem enginn getur sannað ekki sína undir hugtakið þjóðlenda sem ákveðin tegund ríkiseignar og kannski má svolítið jafna til ríkisjarða í dag en kannski heldur þó ekki. Það auðvitað sérstök lög þjóðlendur og sérstök meðferð á þeim hvernig með skal allt fara og náttúruverndarlögin eiga þar við líka þannig að og stefna ríkisins í þessu málu þannig að þetta ekki þannig að við séum fara að henda þessu öll út á morgun eða selja þetta einhverju Jóni og Páli, það auðvitað ekki fara að gerast alls ekki en við erum auðvitað að selja og það auðvitað á hverjum tíma hafa alltaf verið seldar eitthvað ríkisjarðir stundum keyptar og stundum fjölgaðum og stundum stefnan að selja þeir En stundum líka bara kannski landið í eigu ríkisins en svo komin leyfishafar inn á svæðin sem síðan byrja jafnvel að eiga einhvers konar svona eignaréttar varin réttindi bara alveg eins og með fiskveiðilindina að það auðvitað svona það sem kannski við óttumst núna í náttúruverndinni að það er mikil samþjöppun á markaði í túrismannum. Þetta eru ekki mörg fyrirtæki sem eru hringinn í kringum landið og maður sér að þau eru farin inn á og sækja inn á svæði og bara við sem að skrifum umsagnir bara flest allt sjáum alveg rosalega aukningu í því núna og höfum síðustu ár á baðlónum og luxushótelum og svona sem að maður velti fyrir sig hvort það hreinlega eru kannski jafnvel inni í
miðri perlunni í staðin fyrir að vera á jaðarsvæðum eins og landsskipulagsstefnan var. Henni var breytt núna 2024 en þannig að við höfum áhyggjur af þessu myndum kannski vilja að inn í lögum þjóðlendur að það væri eitthvað en skýrara það hvernig þær eru þjóðar, hvað þýðir það og þýðir það þá að það megi hafa eins og núna bara mjög arðsaman rekstur þar inni, hvort sem er raforkuöflun eða túrisma eða svo veit maður ekki hvað einu sinni framtíðin byrja skauti sér að það er námur eða hvað það nú er. Já, við erum náttúrulega með þetta í þjóðlendulögunum svolítið. En það er ekki mjög skýrt. Já, það þarf leyfi ráðherra til að nýta vatns- og jarðhitaréttindi og vindorku innan þjóðlendu nema annars í mælti lögum, þá þarf leyfi ráðherra fyrir hvers konar aðgerðum verkefnum sem er að auka bindingu kolefnis eða draga úr losun innan þjóðlendu, þannig að ríkið er með þarna vatnið og jarðhitan og auðlindanýtinguna innan þjóðlendunar. Eins og hverjanu ríkisjörð væri samt? Eins og svolítið, kannski að þanniglega séð en undir náttúrulega það er til reglugerð meðferð nýting þjóðlendna, búið að setja hana reglugerð nr. 630/2023 og það eru nú ákveðnar skilgreiningar í því og stefna ríkisins og svo náttúruverndarlögin og allt undir en svo kemur auðvitað þessi grein í þjóðlendulögunum til þess að nýta land- og landsréttindi innan þjóðlendu öðru leitinni annarri greininni, þá það leyfi hlutandi sveitarstjórnar, þannig að það má segja það að sveitarstjórnirnar séu með þessa hefðbundu nýtingu, beit, veiði og önnur afnot sem eru venjubundin og þar hefur dálítið fallið undir að það hefur verið undir sveitarfélagum svona ferðaþjónustu nýtingin. Hún hefur bæst við. Hún hefur kannski bæst við og breyst. Hún var náttúrulega dálítið að þú þróast á löngum tíma. Við höfum verið með fjallaskála þar sem að til ferðafélag Íslands var með alltaf skálana sína og fjallmenn notuðu þá á haustin og svoleiðis, þetta var eitthvað samstarf í því og þetta hefur þróast sama með veiðiskála víða á hálendi. Algjörlega. En ferðaþjónustan hefur auðvitað aukist í kringu þetta en þar eru sveitarfélögin sem stýra því meira en það þarf alltaf leyfi ráðuneytis til, þannig að það er alveg klárt að gæslumaður þjóðlendunar er í dag forsætisráðherrann og hann verður ekki gert nýtt þarna nema að hann leyfi þetta. Nei, en sveitarfélögin hafa mikill hagsmuna gæta og fara með meira en þau gerðu áður. Það er að aukast svolítið vald þeirra og það var nú ágætt að Kristrún sagði að það væri komin tími á auðlinda ákvæði í stjórnarskrá. En hversu oft breytum við stjórnarskráni? En það sem ég velti líka fyrir mér hvernig getur þá ráðherra og ráðuneyti, hvað þarf til þess að ráðuneytir rökstyðji til dæmis neitun á nýtingu að það, mér finnst það bara ekki alveg ljóst að tala að leita í mið við sjálfbærni og sjálfbæra þróun og annað, en ég myndi nú halda að það ætti nú bara við all landið við viljum nú öll leitast við því að það að fá stuðla sjálfbæri það er alveg klárt að það er nú verið að nú í þessi reglugerð talað þetta og þetta er svona er á forræði bæði ríkis og sveitarstjórna og það er auðvitað þannig kannski að sveitarstjórninnar eru auðvitað með sterk réttindi og þjóðlendan var alltaf bæði að kemur nú fram í greinagerðinu og í lögunum frá upphæðu sem er frá 1998 að þetta landsvæði er svona verður áfram ákveði samstarfsverki ríkis og sveitarfélag vegna þess að sveitarfélagin eru með skipulagsvaldið og eru með hefðbundnu afréttareignina beit, veiðu og önnur hefðbundin not og ríkið er með grunneignarréttin og hefur kannski tekið yfir á þessi stóru og þetta er ákveðin skipting og þetta hefur þróast með þessum hætti og tekjurnar að þessu núna fara hann að segja bara í ríkissjóð og hins vegar í sveitarsjóð sem áður kannski áttu eingöngu að fara til þjóðlendunar sjálfrar og uppbyggingu þar menn kannski sáu nú fljótt að menn sildu þar nú eitthvað strand með það, bæði voru þá kannski tekjur af öllum virkjunum og landsvirkjunum allt og hvað áttu að gera við þetta allt á þjóðlendu og steipa því öllu í lúpínu sem kannski er gellir hrifnir af, nei ég segi svona uppgræðslu en skiljið, það var auðvitað ekki rökrænt það var ekki rökrænt að það færi allt til þjóðlendunar sjálfrar þó að það sé ennþá hugsa. Það er alltaf bara fjallum sjálfsig þegar tekjurnar eru svona miklar. Það fjall kannski sjálfsig og menn kannski sá þetta ekki fyrir en þetta er samstarfsverk með ríkis og sveitafélaga.
En akkurat sko í dag þá held ég sko hálendið sér sem heild af því þar var nú ekki þjóðgarður og að mesta verndin á hálendinu núna aðgengi. Aðgengi erfitt. Þú þarft sérstaka bíla og það eru misaðgengilegir vegir. En við sjáum alveg áformum að bæta úr þeim og maður einhvern veginn óttast svolítið að það fara einhver bolt að rúlla sko, sem að því enginn eitthvað segir ég ætla bara að byggja veg og ég geri umhverfismat af því hvað áhrif hann hefur en gerir kannski fer ekki svo langt í að meta sko, þegar það komur svo mikið af fólki þá mun það þurfa þjónustu, það mun vilja fara í fara á klósettið og kaupa sér mat og það er líka öryggismál því þarna getur orðið mjög mikið veðravíti og það þekki ég bara vel að því ég vunni sem landverður á hálendinu og bara ef að það er mikið af fólki eins og í Dreka og það kemur vont veður og fólk er mjög misvel búið af því það jafnvel þótt að aðgengi sé ekki sem best þá er samt einhvern veginn ekki svo mikið mál að leigja sér döstir og þarna kemur alveg fólk sem virðist ekki alveg vita hvar það er og höfum við tökka og auka það og að það kallar líka meiri þjónustu á móti og þá er hægt á því að hálendi tapi þeim eiginleika sínum sem það er einmitt eftirsótt fyrir sem er þessi óbyggða upplifun þannig að Þarna er langstæðsti þátturinn í þessu skipulagsmálin sko. Algjörlega og skipulagsáætlunin og landsskipulagi og við erum með það kerfi á að halda utan þetta og skipulagslögin og skipulagsvaldið hjá sveitarstjórnunum svoleiðis en setna auðvitað hjá skipulagsstofnun ríki þarf auðvitað samþykkja þetta allt líka og þetta mikið samspil margra laga Algjörlega, en við höfum áhyggjur af því að þetta sé ekki haldið nóg vel utanum Þetta á endanum kannski eitthvað liti líka bara síðan pólitískt mál hvernig menn vilja taka á því á endanum, hvernig menn vilja horfa á þetta og menn hafa í þessu svæðiskipulega Suðurlandi sem við kannast aðeins við og þú þekkir nú Ég þekki líka. Þar er svolítið verið að búa til ákveðnar hálendismiðstöðvar og ákveðnar vegi sem eru líkilvegir en halda öðru óbreyttu og eru þar að horfa til langs tíma að menn sjá ekki fyrir sér annað en að með auknum ferðamannafjölda og fjölgun þjóðurinn og það sé ljóst og fyrir að umferðin kemur og verður en þetta fyrst og næst í mínum huga dálítið pólitískt mál hvernig þetta hugsað skipulega en þarna eru náttúrulega bara lýðræðislega kjörin stjórnvöldu hverju degi bæði sveitarstjórnir og svo þingi sem eru með þessi mál Þannig að þegar uppi staði þá höfum við lagaumhverfi sem svona þokkalega flókið og það heilmikið verið að hræri því. Það gera misvitri stjórnmálamenn. En það eru þetta líka þótt að sé lagara með utanum þetta. Það eru bara svo margir sem koma að borðinu og að ríkin alltaf á að sjá að halda utanum heildamyndina og þess vegna eru svona samtöku eins og Landvernd sem að horfa á heildamyndina út frá náttúruverndar sjónarmiðum og við til dæmis erum að halda hálendis hátíð 23. apríl í Iðnó þar sem við bara minnum fólk á bara tilvist þessa fjöregs þjóðarinnar sem að síðan verður að passa upp á af því að það er einhver stundum svolítið svona þessi íslenska hugsun að þetta verði nú bara einhvern veginn og reddist einhvern veginn það er mjög auðvelt að missa frá sér bara dýrmæt víðerni ef við ætlum alltaf að bara taka aðeins af þeim í einu. Verður það ekki að vera skýrstefna? Já, mér finnst það og ég hefði viljað sjá þjóðgarð og ég hef ekki gefið þjóðgarð upp á bátinn á þessu svæði eða það þarf ekki eins og heita þjóðgarður, það getur verið bara friðland, eins og friðland af Fjallabaki. Að það sé bara eitthvað rammi utan þetta. En vegna breyttra nýtingar erum við ekki raunin að færast frá því að þjóðlendur séu þjóðlendur og þær séu svona leiðin að verða sveitarfélagalendur. Já, ég skil gott að fara með því að bara með aukinni umferð og aukinni ásókn í ferðaþjónustuna, það er kannski fyrst og næst ferðaþjónustuna sem er stóra máli í þessu núna og aukin ásóknin að virkjanir líka ef að það á að renna meira til sveitarfélagana af virkjanapeningum og enn verið að virkja inn á hálendi það má alveg mjög mikil umferð ferðamanna allt hálendi með betri vegum og stóra aukin umferð
er líka bara, veist, það verður þá bara að taka á því. Menna, það verður bara að búa til einhverja móttökustaði og stýra þessari umferð, hún sé ekki stjórnlaus og menn vaði út allt utanvega og það hefur tekist meldi mjög vel að stöðva utanvega akstur með kannski hann var hérna vissum tíma við vorum í viltavestrin ennþá með meira og mér sem var ennþá koma ferðamenn á einhverju svona bílum sem haldi geti bara keyrt hvar sem er þetta er minnkað. Já, ég get alveg sagt þér að það er líka þessi vegir eru keyrðir á hverju einasta degi og það er rakað með fram þeim þegar fólk fer út fyrir sko. Já, innan þjóðgarðsins Vatnajökulsþjóðgarðs en leið og ferð út fyrir þjóðgarðin og segir þið muninn að það er ekki rakað á hverjum degi og það er bara meiri merki utanvegstur. Ég er líka til dæmis að það sem hefur nú verið samningar við einkaframtækið eins og Kerlingafjöllum það tekist líka vel til að passa upp á svæðið þar og einkaaðilar geta alveg gert það líka eins og Já, en nú erum við að renna út á tíma en mér langar að spyrja svona í lokin hver, af því þú ert búin að vinna Ólafur í þjóðlendumálum í mjög langan tíma hver var upphaflega hugmyndin með þjóðlendu og hvað er þjóðlenda? Já, upphaflega hugmyndin var svolítið kannski að koma skikki á það hver var eigandi að hálendinu sem sagt, en það fekk nú nefndin nafnið óbyggðanefnd þau áttu að úrskurða hverju var eigendur að þessu að hálendinu fyrst og fremst. Það hafði lengi verið deilur það hvort að sveitafélög sem teltu sig afréttaland væri þó beinir eigendur réðu yfir því með húð og hári og eftir atvikum kirkju afréttir og aðrir slíkar lendur og líka bara jarðir sem eiga að hálendinu hversu langt upp til fjalla þær náðu landamerki voru gjarnan landamerkjabréf voru ósamþykkt ekki undirrituð öllu leyti og menn voru að deila það hver mætti vera skotveiði þið munið kannski eftir þessu og þetta byrjar svolítið á því að það tekist á alls konar réttindi en hver var hugmyndin? Ég held að hugmyndin hafi verið að bara koma skikki á það hvaða land væri eign ríkisins þjóðarinnar, almenningur því til forna heitir þjóðlenda í dag og hvað væri eigna lönd og koma þessu bara á hrein til þess að menn væri ekki að rífast þetta endalaust hver mætti til dæmis veiða eða hver hefði heimil til þess að leyfa virkjun eða hver hefði heimil til þess að leyfa skála og annað þess áttar. Þannig að ég held að þetta það tók okkur alveg heila öld að koma stað. Við byrjuðum að rífast þessi réttindi alveg að fullum krafti 1907 þegar við deildum það hverja mætti virkja fossana. Það er byrjunin. Svo koma þessi dómar, Landmannaafréttardómur 1955 þar sem var Hæstiréttur hafnar því að landmenn eigi landmannaafrétt með húð og hári. Þá sögðum við nú fyrst að landmenn eiga það ekki, þá lítur ríkið eiga það og ríkið fór í mál og krafðist viðurkenningar. En þá sagði Hæstiréttur 1981, nei, ríkið á það ekki heldur, þetta er ekki ríkisjörð, þetta er ekki ríkisjörð eigni sambærileg því. Þjóðin á það. Þjóðin á það, eða eigandalaust land og þjóðin átti auðvitað eigandalaust land. Í raun og veru því að löggjafinn fór með það var hnykkt á því að löggjafinn færi í krafti fullveldi réttar síns, þá færi þingið með yfirráð á öllu landi hver sá sem annars ætti það sko. Og það hefur í sjálfu sér ekki breyst í sjálfu sér, það er auðvitað þingið og þjóðin okkar alþingi sem við kjósum sem fer auðvitað með valdið á þessu, setur lög þetta og getur ráðstafað þessu en síðan hver fylgir svo með þinginu, það er stjórnarskráin þess erum við að tala um hana og við rífast hana lengi og þar er ekki auðlindaákvæði hvað heldur að taka langan tíma að koma því inn? Já, það var auðvitað ég held að menn hafi mikið deilt aðeins útfærsluna á því á sama tíma og menn telja að það sé augljóst að og það kemur auðvitað fram að ríkið á allar auðlindir í þjóðlendu og þá er það svona okkar megin útgangspunktur og hefur verið lengi að landeiganda og hins vegar auðlindir í sínu landi, námur og annað sem hefur fyllt jörðu, þannig hefur okkur kerfi verið, menn auðvitað fóru síðan, kannski var meðal annars út að fóru menn fljótt að deilum fiskveiðauðlindin í þessu og lentu kannski þar í rifrildinu alltaf út af þessu einhver ótti með það og það er nú svona margt merkilegt með það hver á fiskin í sjónum og hver á loftið í loftinu og hver á vatnið sem rennur og það er ekki allir sammálum neitt af þessu þetta er nefnilega snýst ekki endilega hver á þessi það á auðvitað engin þessi endilega réttindi þetta er allt spurning hver á hagnýtingaréttin hver á rétt á að nýta það og þess vegna skiptir það þarna máli að þó að þjóðin fari með stjórn fiskveiða og stjórn í því hvað er bannað að veiða og hvað mikið og allt stjórn í því öllu að þá er ákveðnir aðalega með nýtingaréttina og svo sama með bændurnar þeir hafa á grundvelli hefðar og venju
í aðalda öðli eignast þennan nýtingarétt sinn hefðbundna, beit og veiðu önnur hefðbundi not og svo koma ný not sem þessi ferðarþjónusta og þess vegna verður hún kannski svona aðeins viðkvæmari, hvar í hrygg hún lendir. En hérna þetta nú svona allt saman, en tilgangurum í þjóðlendinu var bara að koma þessu öllu svolítið á hreint, hver eftir hvað. Þótt að margir hafi haldið að þetta væri einhvern veginn, þjóðin væri að eignast eitthvað sem að hún gæti notið og það held ég hafi verið svona hugmyndin hjá morgum. Tíminn er búinn og ég held að við sláum bara botnin í þetta hér af því við erum komin yfir á tíma og þetta verður ekkit einfaldara þótt við tölum það lengi og kannski bara halda áfram svolítið áhyggjur á því hver er réttur náttúrunnar í þessu öllu saman. En ég vona að hann verði mikils. Ekki bændur bestu gæslumennir, segja þeir eru á því og það hefur nú lengi verið. Þeir hafa verið gæslumenn. Vissulega, já. En bara þakka ykkur. Vonum að þið verði það áfram. Já, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir. Takk fyrir.